Já, þægilegu sigur hérna í Vallaskóla en já, þið þurftu nú aðeins að hafa fyrir þessum káringum. Já, þeir létu finna fyrir sér í byrjun. Við vorum aðeins hérna lengi í gang, þurftum að finna aðeins taktinn. Svo svona hægt að róla sig fram úr. Já, svona með við síðustu 2 leiki að þá virðist þið koma, já, svona betur bættir alltaf inn í seinni hálfleiki. Já, við byrjuðum ágætlega á móti IH og ágætlega á móti HK heima líka. Allt í lagi, skilurðu, og svo bara stígandi í þessu. Þetta er eins og við erum búin að tala um, þetta er þolinmæði sem þarf til að klára svona leiki. Nú hafa, já, 2 leikmenn bæst í hópinn, hafa þeir smellpassað inn í kerfin hjá ykkur, Atli og Gunnar? Já, þeir komum bara inn í þetta, Atli bara með 1000 ára reynslu og Gunni bara flottur og í góðu formi og bara smellpass inn. Hvernig við svona, já, næstu leiki, hvernig eru þið að stefna bara beint á toppinn orðið eða? Nei, bara 1 leik í einu og sjá hvar við endum. Er það ekki? Jú. En samt hérna, nú, ef þú horfir yfir deildina hvernig hún er búin að spilast, finnst þið vera mikill getumunur á milli liðanna? Getumunur á milli liða, já, allir sé ekki, jú, það er þó svolítið svona, það er svolítið á milli. Getulega og kannski formlega, myndi ég segja kannski. Hvernig flestir handbolti í liðunum, kannski er það formið líka. En allan að nú góður sigur í kvöld og já, þið ætli greinilega að fara vel inn í þetta ár 2016, það byrjar allan að rosalega vel hjá ykkur. Það byrjar vel en við ætlum ekki að fara að gleyma okkur ykkur gleði. Þetta eru bara 3 leiki núna af árinu búnir og nú er bara næsti leikur og undirbúningur. Þannig að þið þurfa að halda þessum ungu stráku niður á teppinu? Nei, þeir sjáum það sjálfur. Þeir eru flottir. Þeir reynsluboltarnir þurfa ekkert að segja það til? Nei, við komum með eitthvað inn á milli. Bestu þakkir og gangi vel. Takk svo.